Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl á ný. Til mín kominn fínn gestur, Kolbeinn Þorsteinsson. Velkominn. Já, takk fyrir það. Má ekki bara titlaði blaðamann? Titlaði mig bara hvað sem er. Gítarleikar og söngvari varstu. Já. Og ég starfaði lengst af við náttúrulega blaðamennsku síðustu ár. Já, og ég kom svolítið við sögu þar. Já, það er eiginlega, þú ert eiginlega segur. Það er bara gildi, það er bara þannig. Sagan er bara þannig að ég kom á dekkjavestæði til að skipta dekk á bílnum mínum. Já. Og þú ert starfandi þar. Já. Og ég hafði nú hitti áður og við byrjum að tala saman. Og það endaði með að segja hvað það vinnaði þetta. Þú kemur ekki bara í blaðamennskuna. Sem þú gerðir. Sem ég gerði einhverjum mánuðum síðar. Já. Og þegar DVF var að rísa úr öskustóni. Já. Eftir nokkura mánuða hlé. Var þetta þegar að Breiðvíkurmálið var? Nei, Ísafjarðarmálið. Já. Þá hafði sloknað á týrinu hjá DVF. Já. Ef ég mann rétt, sko. Já. 2006. Ég var ekki þar, sko. Nei, þú varst ekki þar. Þú tekur við í... Tek við í þegar það er í svona láteiðu og komum með Breiðavíkurmálið og... Já, það var sko eiginlega fyrsta stóra málið, það var Breiðavíkurmálið. Og heldur betur. Já. En það er nefnilega svolítið merkilegt, sko. Nú er nýbúið að vera sín okkur, og strákarnir svona Bakkakoti, en þú elst upp á fósturheimili. Já, ég elst upp á fósturheimili og kannski nokkrum fósturheimilum. Mislangt skeið. Já. Og meðal annars hjá hjónum í Kópavogi. Já. Ég var þar í tvígang, eða við vorum þar í tvígang, ég og Þórir, elsti bróðir minn. Já. Og svo endum við eftir einhverja hrakninga, endum við á Dalbraut, sem var þá úrræði fyrir börn sem áttu ekki nokkur hús að venda. Á Seltjarnarnesi? Nei, Dalbraut er hérna við Laugardalinn. Já, fyrir ekki. Og þar eru við sennilega einhverja 4-5 mánuði frá haustmánuðum og er þá tilkynnt í janúar 1968 að það eigi að fara með okkur á N1 staðinn og sá staður er akrar á Mýrum. Já. Í Hraunhreppi í Mýrasýslu. Og þangað komum við sennilega upp úr miðjum janúar 1968. Já. Og þar ólumst við upp. Allar götur þaðan í frá. En hvað voru mörg systkini? Já, við erum sko 5 alsystkini. Já. Og við áttum einn hálfbróður sem lést fyrir þó nokkuð mörgum árum. Sonur mömmu. Og svo eigum við einn hálfbróður sem er sonur pappa og Guðrúnar Svövu Svavarsdóttur, listakonu. Og eina hálfsystur sem er dóttir pappa og Laufeyjar Sigurðardóttur, fiðluleikara. Já. Þannig að... Svo, var náttúrulega að segja, foreldraðinir voru þjóðkunn fólk og eru enn náttúrulega. Það er mammaðin Ásta Sigurðardóttir. Já. Sem er hefur verið mjög sérstakur listamaður. Já. Svona töffari í listinni. Og svo Þorsteinn frá Hamri. Já. Pappikar. En sko móðurinn eða mammaðinn, hún er nú svona, hún gat ekki alveg ykkur upp. Sko... Ekki eins og Ásta var. Hún var alkoholisti, virkur alkoholisti. Já, hún barðist við áfengisfíkn. Já. Og mögulega aðra fíkn. Já. Sko alla sína, öll sín fullorðins ár. Já. Og reyndi, hún má eiga það að hún reyndi
neitaði að játa sig sigraða og stóð svo uppi ein með okkur systkinin 1965 þá tvö systkinin mín tekin af henni og pappa, þau bjuggu það ennþá saman sko pappi og mamma. Áður en hann fór. Já, áður en hann fór, hann fór sko 1965. Þá var búið að taka tvö systkini mín af mömmu og pappa. Hann drakk mikið á þessum tíma og þau sennilega bæði en hann hefði fengið áminningu frá barnaverndarnefnd að taka sér saman í andlitinu. Hann var þá hættur að koma heim og endar með því hann fer endanlega svona í apríl 1965 og þá stendur mamma eftir ein með okkur þrjú, mig, Þóri og Guðni Ásu sem yngst okkar systkina og reynir að fremsta mætti að svona standa sig en það var við rammanreip að draga hjá henni og barnaverndarnefnd og var mikið fylgdist grannt með þannig að þarna tók við tími svona þvælnings hjá okkur og við vorum tekin af henni í nokkrum sinnum og svo náðum einhvern veginn að stramma sig af, fékk okkur aftur tímabundið. Þannig að hún hafði vilja til að vera með ykkur. Já, hún hafði vilja til þess og reyndi að fremsta mætti. Já, þannig að við sem að höfum kynst alkoholisma eða drykkjusýki eða hvað kallað að við getum sett okkur svolítið inn í þessi spor. Já. Þetta gömul sá ný. Já. Svolítið. Og getur oft verið mjög vond. Já. Og í ykkar tilfelli verður það. Já, þetta svona kannski ekki þetta náttúrulega sko þetta aldrei gott. Nei. En ég held eins og ég hef ekkert tíma sagt sko og örugglega margir á undan mér sko það er heilmikil seigla í börnum. Já. Það er mikil seigla. Já. Og stundum bognaðu og stundum brotnaðu. Já. En hvað okkur systkinin áhrærir sko þá er eins og við höfum ekki brotnað. Nei. Við höfum kannski allavega ég fyrir mitt liti bognaði og sennilega við öll. Já. En það var sko mestum verð það var bara að vera hjá mömmu. Já. Skil. Já, þó að við vorum náttúrulega ekkert að velta fyrir okkur hvort drykki. Eða, veist, það var ekki það sem tilverðan snýrist Nei. Það var mamma. Já, það var bara eins og vera heima. Bara heitir, mamma. Já, mamma og ég. Þetta er bara spurningum að vera heima hjá sér, með mömmu. Helst náttúrulega pappa líka. En fyrst og fremst mömmu. Já. En sko, þið farið ekki öll systkinin á Akra? Jú, það vildi þannig til að sem sagt 65 þá eru tvö systkini mín tekin af mömmu og pappa og Dagný og Böðvar og þau eru send sko til sumardvalar á Ökrum í Hraunhreppi. Já. Þar var þá rekið barnaheimili, bara venjulegt hefðbundið barnaheimili. Já. Það var ekki neitt úrræði að ræða eins og við talaðum í dag. Það var bara venjulegt barnaheimili. Og börn komu þar og voru í sveit á sumrin og fóru svo til síns heima í sumarlok. Og Dagný og Böðvar voru sem sagt send þangað. Já.
og sumarið leið og á haustmánuðum þá kom í ljós að það var ekki hægt að senda þau eitt eða neitt. Já. Þannig að það varð úr að þau urðu áfram á ökrum. Yfir veturinn. Já, og næstu vetur og svo bara, og það var það samið að þau yrðu þar bara til sko langframa. Já. Það var náttúrulega ekki þetta rætt við þau og Dagný sagði mér mörgum árum síðar að Böðvar hefði eiginlega spurt daglega hvort þau fari heim í dag. En þau eru sem sagt, þau koma þarna 65 og komin á skólaaldur eða hvað? 65 Dagný komin á skólaaldur. Já. Hún er elst okkar, systkina fædd 58 og Böðvar 60, þannig að en svo hef ég þau nám á Varmalandi eins og gengur gerist. En svo þessum sko 3 árum þar bil síðar að þá eru ég og Þórir og Ása eiginlega komin í sömu stöðu. Það er ekkert vita hvað að gera við okkur. Og það er nú smá saga að segja frá því. Ég segi nú frá því í bókinni. Að hvort það var þannig að Óli fóstri, bóndi á ökrum, hann hittir afa á Hamri, sko í Borgarnesi. Og þeir taka... Er það sem golfvöldurinn er núna? Nei, þetta er Hamar í Þverárhlíð. Og sem að pabbi kendur við. Já. Og hann hittir Hamar nefnilega líka. Já, einmitt. Já, það er sem stannað. En alltaf einu og sagan segir að afi hafi talað við Óla fóstra það hvort hann geti tekið Þóri. Vegna þess að Þóri var svona orðinn það stálpaður og þetta var orðið kannski svona honum erfitt, þessi þvælingur og þetta vesen sem að sko hafði einkennt tilveru okkar í Reykjavík á þessum árum sem að liðin voru frá því að pabbi fór. Og Óli svara því svo sem ekki neinu þá og þegar, en ræðir þetta svo við Ingu fóstru þegar hann kemur úr Borgarnesi og Inga fóstra hún á að hafa sagt, já sko ef við ætlum fara að taka Þóri þá getum við alveg tekið hinn 2. Og hvað gerist svo veit ég nú ekki sko 100% nema hvað að einhverju síðar þá er Óli í Borgarnesi og hefur hringir, fer á pósthúsið og hringir til Reykjavíkur í barnaverndarnefnd og reifar þetta mál og samtal hans og afa og sá sem sko talar við Óla fóstra gefur ekkert fyrir þetta og svara snubbót bara og þannig að þeir kveðjast og Óli hann sinnir einhverjum erindu sem hann átti á pósthúsinu svona eiginlega á leiðinni út þegar það kallað í hann einhver símadama sem spyr hvort að hann sé ekki Ólafur á ökrum, jú það er samtal við því í símaklefa 2 og þá þar þessi maður frá barnaverndarnefnd sem hann hafði verið að ræða við og spyr hvort Óla hafi verið full alvara með þessum vangaveltum og fyrirætlunum og Óli sagði við hann að
að svona mál hefði hann ekki flimtingum. Já. Og þar með var þetta eiginlega slegið, svona fast slegið og hjólinn fór í gang. Já. Áttu þau börn? Nei, já, þau áttu einn ættlitanson, Gunnar Þór, og kjördóttur sem kallað var, Dagmar. Og þau voru, Gunnar Þór var, hann var eiginlega farin að heiman þegar ég kem að Ökrum 68. Dagmar var þar enn, orðin unglingsstúlka, sko. Og en þau áttu engin, þau eignust ekki börn saman, sko. En þau samt, sko, þetta fólk náttúrulega sér til þess að þið systkinin eru saman. Já, örlögin haga þessu einhvern veginn þannig að þessi þræðir, þeir sko renna saman þarna, sem er náttúrulega mikið lán. Og maður má vera mjög þakklátur sko, fyrir þær vendingar. Vegna þess að á þessum tíma þá hefði þetta getið farið hvernig sem er og ég veit að það kom til tals sko, einhver tíman á þessum árum 65 til 68 að Þórir yrði ættleiddur einhver læknahjón sem að höfðu lýst áhuga á því og einhverjar viðræður hafnar og hann var hjá þessum hjónum eitthvað en það gekk ekki upp sennilega. En hvernig hugsaðu tilbaka þarna til lífsins á Ökrum? Var það... Ég hugsa almennt bara með miklu líu til þess tíma. Var þetta gott fólk? Þetta var sko afskaplega vænt fólk. Þetta var náttúrulega rík fullorðið. Sko Óli Fóstri, hann er 50. Þetta er? Þegar ég kem 50. Hann er fæddur. Já, hann er 50. Það er bil og Inga Fóstra einhverjum 3 árum yngri. Þannig að þetta er orðið mjög fullorðið fólk. Og eins og ég segi í bókinni, okkur skorti ekkert þarna. Nei, og við fengum, sko, fötin voru hrein og það var matur, það var engin skortur á einu en einu. Þau sinntu, sko, því sem þau þurftu að sinna, hvað okkur var það? En það var samt svona, kannski eitthvað svona fjarlægð, við vorum ekki þeirra börn. Og kannski forðuðust þau að mynda nána tengingu vegna þess að þau kannski vissu heldur ekki hvað næsta ár bæri í skauti sér. Einmitt, sko. Maður veit ekkert það, en ég hugsa bara með hlýju til þeirra og þessa tíma og þetta var mjög farsæl lending. Já, og líka sko þau taka til sín 5 systkin. Já, það er bara meira en að segja 5 krakkar, sko. Já. Þetta er... 5 systkin, sko, 5 ung börn sem að sko voru kannski tætt. Já, sem koma náttúrulega úr vondu. Já, búa að mjög kannski þungbæri reynslu áður en við komum að Ökrum. Og hugsan að það sko geta verið eitthvað sköttuð á sálinni. Hefur eflaust verið eitthvað. Já. Og allt hvert okkar með sinn kross en þetta er meira en að segja það og þetta gerðu þau og ég leyfi mér að fullera það hvað sem öllu öðru líður að þau skiluðu bara mjög góðu verki hvað okkur áhrærir. Já. Kannski bara eins vel og þau gátu. Já. En við eigum eitt sammerkt systkin öll, sko, við fórum mjög snemma heiman.
Já. Og sko þannig að Já, frá ökrum. Frá ökrum þar að segja sko. Já. Og það er svona eini staðurinn þar sem að við höfum kannski sagt sko Já, heim. Já, skilík. Þó að hérna að ég held að það við verið rætt okkur í sveitinni sem systkinin á ökrum, ekki frá ökrum. Það er svona stigsmunur þar á. Já. En við sleftum heimdraganum til þess að gera sko mjög ung sennilega. Sennilega ég kannski á 15. ári þegar ég fer sko 14 ára, 15 ára þegar ég fer að Núpi Dýrafirði og þá var ég eiginlega farin að heiman. Já. Þannig að hérna þetta var svona lendingastaðurinn og hérna svo bara tekur lífið við og þetta er með öllum sínum hérna. En þegar þú svona, Kolbeinn, þú sérðu heyrir svona fréttir eins og núna þarna með þetta bakkakot og illmeðferð og jafnvel nauðgun og eitthvað í þessa veru, þá kannski sko, hvað þið hafa þá kannski verið lánsum með úr því sem komið var sko. Já, við vorum bara við vorum mjög heppin. Bara hvort vekja að við náttúrulega endum öll á sama stað. Við fáum tækifæri sem ekki sjálfgefið í þessum aðstæðum, við fáum tækifæri til að kynnast og vaks úr grasi saman. Það er stóra málið. Það er stóra málið og svo er annað sem að nú þekki ég ekkert hvernig þannig sé barnaverndarnefnd vann eða hagaði sínum störfum á þessum tíma sem að svona bendir til þess að þetta hefði getað farið á verstaveg. Pabbi sagði mér einhvern tímann að hérna þarna það leyti sem að við erum þarna á Dalbraut 67 sennilega. Og að pabbi sagði að hann hefði þá haft samband við barnaverndarnefnd og hérna eitthvað rætt þann möguleika að ef ég man rétt þann möguleika að Þórarinn frændi bróðir hans sem var þá bóndi á Hamri og ættaróðalinu að hann tæki okkur 3 og sem að var að hérna eftir sem pabbi sagði raunhæfur möguleiki. Og pabbi sagði við mig að hann hefði fengið þau svör hjá barnaverndarnefnd, þeim sem hann ræddi við, fulltrúum barnaverndarnefndar, að hann fengi ekkert með þetta mál að segja. Og hann sagðist að var spurt hvað illa í því og þú ert bara hlutdrægur. Þú ert ekki nógu hlutlaus. Og pabbi sagði ég geta sjálfs ekki verið hlutlaus, það segir sér sjálft. Við erum náttúrulega að tala börnin mín. En það er þessi einstrengingislegi háttur sem að kannski var hafður á mörgum málum í barnaverndarnefnd. Staðan fyrir að spyrja kanna bara aðtuga málið, þá er þetta eins og eitthvað sem að áns ég veit það ákvörðunin eða hugmyndin er ekki þeirra og þá sé hún ekki þess virði að og þá komum við náttúrulega að þessu sem er svo bagalegt í kerfi sem að vera sjálft sig. En nú er fyrirgefningi mikils virði. Já. Hefurðu náð að fyrirgefa foreldrum? Já. Ég langt síðan ég fyrirgaf mömmu ef eitthvað var að fyrirgefa þannig sig. Hún var alltaf mjög veik manneskja. Og hérna það var léttverk. Já, það var svona léttverk ég man þegar ég var í menntaskóla á Ísafirði og ég hringdi stundum í pappa sem bjó þannig í Reykjavík og ef hann kom ekki í síman þá spurði ég Þorsteinn við? Ekki pappi heldur, er Þorsteinn við? Ég geti fengið að ræða við Þorsteinn og mér fannst mjög óeðlilegt að nota orðið pappi. Bara mjög
Mér fannst það bara svona bara einhvern veginn fór mér illa. Já. Og en sko ég held að ég hafi tekið hann sko í sátt. Það var sannilega 89, í desember, milli jól og nýjárs. Og hérna ég og pabbi áttum ágætið samfélag. Já. Eiginlega allar götur sko þaðinn í frá. Þetta var ekki svona, þetta var ekki svona pabbi eða faðir og sonur. Nei. En ég kíkti. Ættingjar. Já, ég kíkti til þeirra, Hannes og hérna. Já. Og Laufeyjar og hérna. Og hann átti til að hringja í mig og ég hringdi í hann. Já. Og við vorum svona på talefóð eins og sagt á dönsku. Já. Og ég sjálf sér ágæti samskipti. Og gátum rætt allt og ekkert. Já. Og en þú varst í menntaskóla, sagðirðu? Já. Og eitthvað meira? Nei, svo ég drap aðeins niðurfætt ég ætlaði að verða lögfræðingur. Já. Og hérna svo komst ég að ég vildi ekki vera lögfræðingur og einhvern tímann þá hélt ég ætlaði að fara í hvort það voru sögu, já, það var einan. Já. Ég var svona með einhverja þreifingar en hérna. En þú varst góður í íslensku, þú varst á Fjölmenni, varstu svona meðal annars prófarklesari og... Já, íslenskan hefur alltaf sko verið eitthvað sem sko hefur eiginlega átt hugminn. Já. Og ég hef lært mikið í íslensku eftir ég fullorðnast. Ég hafði náttúrulega ágætis grunn og hérna og mamma hafði náttúrulega brýnt fyrir okkur systkinunum að lesa sem mest og segir í bréfum sínum að ég man ekki hvað hann að segja okkur að lesa, Matthías Jochumsson og Jónas Hallgrímsson og það var kannski ekki endilega það sem 6 ára börn hafa áhuga á. Nei. En enga síður. Nei. Að hérna þetta var það sem hún var að brýna fyrir okkur og ég lærði mjög snemma að lesa og var orðin læs 6 ára. Sama ára ég byrjaði í skóla, ég byrjaði 6 ára í skóla. Heimtaði það að byrja ára á undan. En íslenskan hefur alltaf svona skipað stóran sess í, mér finnst þetta bara, þetta er eitthvað sem á að rækta og velta. Ég skildi það mjög vel. Ég og mamma heitinn, við vissum aldrei hver kendi mér að lesa. Nei. Það var allir fór ég að lesa. Já. Þannig þetta er svona, og ég er búin að lesa mikið. En þú skrifar þessa bók. Já. Sem þú veist, hún sé fína dóma. Já, hún fekk mjög góða dóma og hérna. Og seldist vel. Og seldist vel líka, sem ágætt líka. Já. Og svona einlægni. Já, fólk hefur... Er það ekki? Fólk hefur haft á orði við mig að það sé svo eindælt hvað ég skrifa þetta af mikil einlægni og án dómhörku. Já. Án gífuryrða og En segðu mér, hvernig leiði sjálfum við upprifuna sem sár, þetta er? Jú, ég held að þegar ég ákvaði að skrifa þessa bók, hugmyndin fættist fyrir 10 árum eða hvað. Já. Og hérna, svo var þetta bara svona skúffufóður í fleiri ár. Og svo ákveð ég í félagi við Reyni Traustason að klára þetta og ég held að þetta er því svona, ég er nú ekki lengi þess, 3-4 mánuðir, max, þetta er nú ekki flókið. En þetta varð ívið flóknara og erfiðara verk vegna þess að ég öðrum þræði vildi alltaf skrifa um mömmu ekki sem listakonu. Ég held ég minnist bara eiginlega ekkert á listsköpun hennar. Það var aðri gert það. Það var aðri gert það og mikið af því og þannig ég held ég minnist nú eiginlega ekkert á það. En ég vildi skrifa um móðurna og manneskjuna. Og einnig vildi ég
svona henda reiður á sko, eða koma skikk á þennan tíma. Já. Vegna þess að mér fannst þetta oft vera bara eitt langt ár. Og það var spurningin sko, hvar var ég, hvar vorum við, hvenar, hvar og þar var myndið götum. Og með því að leggjast yfir skýrslur frá barnaverndarnefnd. Reykjavíkur, já. Og Kópavogs og lögregluskýrslur. Þá tókst mér að svona finna tímaröð sem er bara mjög mikilvægt þegar maður lítur tilbaka og ætlar svona skima yfir liðna tíð að maður geti nokkurn veginn svona hent reiður á hvaða ár var þetta. Hvar voru við? Skil mjög vel. Og þar fram með göttunum og það segir sig kannski sjálft að lesa svona skýrslur. Sko, það er ekki létt. Þú sagðir áðan að þú spurðir Þorsteinn við. Já. En kallaðir Ástu alltaf mömmu? Ég kallaði henni aldrei neitt annað en mömmu. Já. Sko, enda var hún það. Já, og ég þurfti, ég talaði einu sinni við hann í síma. Og en aðeinslega fyrir þann tíma og áður en að við erum tekin af henni, þá er þetta náttúrulega bara mamma. Já, og í upprifinu þinni á lífinu. Já. En segðu mig, þegar varst að rifið allt saman upp. Var þetta ekki sárt? Felldur tár? Ég er nú ekkert voðalega mikið fyrir að beygja af, en þetta er náttúrulega sárt. Maður er svo gamall. Maður kannski verður svona meir og fær kannski smá verið kusk í augað, en ég myndi skilja það mjög vel, sko. Já. Þetta er þannig upprifenni, sko. Já. En þetta var sem sagt mjög erfiðara en ég gerði mig grein fyrir. Ég taldi mig svona vita ofan að þessu á. En það var æðimargt sem skaut upp kollinum við þessi skrif, sko. En þú gerðir þetta, þú skrifa bókina og það hlýtur að vera, þið lítur að líða vel með það, hversu góða dóm hún fékk? Já, ég vissi ekkert, ég sagði oft við hann Reyni að hvort hún seldist vel, svona væri aukatriði, það væri skipti meira máli að hún fengi þokkalega umsögn. Já, sem hún aldeilis fékk. Sem hún svo gerði og mér þótti mjög vænt um. Já. Það er ekki sjálfgefið. En mér þótti mjög vænt um það að fólk var að hringja í mig og þakka mig fyrir þetta og fólk sem ég ekki þekki og hef aldrei hitt og margir gátu samsama sig ýmsu sem þarna kemur fram náttúrulega. Og hefur uppörfandi. Já, svona fann sér einhvern veginn svona sess í frásögninni. Þetta hefur línudans og að stá, sko. Já. Því að það er auðvelt að missa svona í eitthvað og mikið tilfinninga klám eins og sagt er tilfinningaklám eins og oft er sagt í dag. Já, það er ég ætlað að segja. Já, það hefur verið hægur vandi og hefur verið gert að minna tilefni, segðu. En þetta var, ég setti mig aldrei í einhverjar stellingar þegar ég var að skrifa þetta. Nei, bara Kolbeinn Þorsteinsson. Ég bara settist niður og svo skrifaði ég. Og það er best að ég segi það stundum, bara látum aðra gífuryrðin og stóryrðin og slekkjudómana. Þau gera engan meiri, sjáðu. Nei, og fólk svona getur lesið þarna milli lína, allir sem reynt hafi eitthvað í þessa veru. Já. Er það ekki? Jú, þeir sem kannski mögulega þekktu til pappa og mömmu á þessum árum, þau geta svona, þó ég sé ekki að segja einhverja hluti beint,
enda engin ástæða til þess, sko. Það er alveg óþarf að fara úr öllum fötunum, sko. Já. Heyrðu, Kolbeinn, þakka þér mikið vel fyrir að setjast hérna niður með mér. Já, ég þakka þér að bjóða mér. Það er bara ánægilegt. Já, þetta er bara saga sem má segja. Já, þetta er saga svo margra í sjálfu sér. Já. Heyrðu, en þakka mikið vel fyrir þetta. Ég þakka þér. Og Rauðaborð heldur áfram eftir eitt augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina.